fyrir við heilum allar mikið svakalega erum við mörg. Nákvæmlega. Þegar við vorum að syngja rúllandi, veltandi, sitandi, standandi, þá voru ekki laust við þetta myndi mér svolítið á landsmóti í fyrra maður. Hverju voru á landsmóti í fyrra? Sjóveikir eftir Herjólf, en glaðbeittir að vera komin á landsmót. Við erum þriðjung fleiri í ár, enda gott veður og engin svínaflensa. Og það er ótrúlegt. Fræðslan í ár verður fótbolta. Réttu kvöld sem hafa gaman að fótbolta. Klappið þau sem að æfa fótbolta. Ræsilegt. Vinir okkar á Biskupsstofu settu saman smá myndband veisluna sem var núna í ár, heimsmeistaramótið í fótbolta. Ég ætla að byrja því að sýna ykkur þetta myndband. Það er enginn vafi að fótbolti er vinsælasta íþrótt heims. Það er ekki í öllum löndum þannig að fótbolti sé vinsælasta íþróttin í því landi, en án efa er fótbolti vinsælasta íþrótt, ég leyfi mér að fullyrða mannkynssögu. Maður veltir fyrir sig af hverju það er. Jú, hluti af því er að fótbolti er ótrúlega skemmtileg íþrótt. En líka það að fótbolti er svo einföld. Í raun og veru þarftu einn bolta og eitthvað til þess að draga upp 2 mörk, steina, peysur, og svo er þetta að spila. Og í mörgum af þeim löndum þar sem að aðstæða til íþróttaiðkunar er ekki mjög góð, þar sem er erfitt að spila handbolta sem að þarfnast parkett og inn í íþróttahúsa eða aðrar íþróttir, að þá eru flesta þjóðir sem eru þannig að þau hafa efni á því að spila fótbolta. Ég veit að í Afríku að þá er algengt að krakkar búið sér til bolta sjálf úr trjáberki eða laufum og svo framvegis. Og heimsmeistarakeppnin var ótrúlegur vitnisburður mátt íþróttana til þess að færa fólk saman. Ég held að sé engin annar vettvangur þar sem að Norður-Kórea og Bandaríkin keppa jafnfætis ásamt öllum þjóðum heims í þessari dásamlegu íþrótt. Með einhverju einföldun að það má segja að það séu 3 stöður sem að fólk spilar í fótbolta. Í fyrsta lagi eru það iðkendur og þeir eru misfærir á misjöfnum aldri og misfrægir. Á þessari fylkismynd, einhverju fylkismynd í minni? Appelsínugult mót muniði. Á þessari fylkismynd er 8. flokkur að hvíla sig milli leikja og hinn kappan þarf nú ekki að kynna fyrir ykkur. Það sem að Ronaldo og strákarnir í 8. flokki fylki eiga sameiginlegt, að það er það hvað er ótrúlega skemmtilegt að taka þátt. Og það er þannig held ég að flestum finnst gaman að taka þátt í fótbolta þó að sumir séu betri en aðrir. Mér finnst til dæmis ótrúlega skemmtilegt að spila fótbolta en ég er alveg hundlélegur. Til þess að æfa fótbolta eða verða góður í fótbolta að þá þarf þjálfara. Og ég þekki það með mína stráka að þjálfararnir að þeir eru þannig í hugum drengjana minna að það er lítið hlustað á mamma og pappa, en þjálfararnir ef hann segir eitthvað, Siggi þjálfari sagði að við ættum að borða grænmeti á hverjum degi, að þá er það bara þannig. Og þjálfarinn, að hann hefur það hlutverk að halda utan hópinn og passa það að allir séu í sama liði, að allir séu að vinna saman að sama marki og kannski fyrst og fremst að það sé gleði í leiknum. Vegna þess að ef að liðið, stelpurnar eða strákarnir, ef við vantar leikliðina, að þá gengur lítið að spila fótbolta. Hér er sími sem að týndist, hver á þennan síma sem hringir og hringir. Komdu og svo, sagt það. Og síðan eru það aðdáendurnir. Það er maður í minni fjölskyldu sem er komin yfir áttrætt og hann fylgist með þýska boltanum, ítalska boltanum, spænska boltanum, enska boltanum, íslenska boltanum
og hefur lítinn tíma fyrir nokkuð annað, en hann hefur aldrei á ævinni spilað fótbolta. Og það vegna þess að fótbolti líka alveg ótrúlega skemmtileg íþrótt til þess að horfa. Eða það finnst allavega mjög mörgum. Þannig að fótbolti, ef við með einhver einföldu setjum það upp þannig að það séu 3 tegundir af 3 hópar fólks sem að koma að íþróttinni, þeir sem að spila með, þjálfararnir sem að halda þetta hópinn og stýra og svo þeir sem að hafa gaman að því að horfa á. Nú ætlum ég að kasta þessum bolta hérna út í sal. Það ára spurningin, hvað eiga kristin trú og fótbolti sameiginlegt? Fótbolti útbreiddasta og vinsælasta íþrótt heims. Kristin trú útbreiddasta og vinsælasta trú heims. Þriðjungur jarðarbúa teljast kristnir. Og það eru til margar tegundir af kristnum, en allar tegundir af kristnum eiga það sameiginlegt að Jesús Kristur miðlægur í þeirra lífi. Sem persóna, sem fyrirmynd og sem Guð. Bara til þess að setja þetta svolítið í samhengi þá kirkju sem við tilheyrum. Okkar kirkja heitir lútersk evangelisk kirkja. Og af þessum 2 milljörðum manna rúmlega sem að teljast kristnir, að þá eru einungis 70 milljónir sem að eru lúterskir. Sem því það að við erum í raun og veru mjög lítill hópur kristina, en við tilheyrum fjölskyldu sem að mun stærri. Á þessari mynd eru aðdáendur. Þarna hópur Íslendinga sem að fór á æskulýðsmót, svolítið líkt þessu en samt ekki, svona 10 sinnum stærra, í Prag fyrir 2 árum. Ja, nákvæmlega. Evrópumót KFUM, og ég verð að segja að þegar ég tók þá ákvörðun að fara með æskulýðsfélag Neskirkju á þetta mót, að þá átti ég vona á skemmtunum, ég átti ekki vona á þeirri ótrúlegu skemmtum sem að við upplifðum og þeirri reynslu að taka þátt í þessu móti. Þannig að nú þetta bara hvatningaræða til ykkar sem í KFUM-deildum eða æskulýðsstarfi að næsta mót eftir rúm 2 ár og ég ætla sannarlega að fara. Ólíkt fótbolta að þá kristindómurinn ekki trú sem skemmtilegt að horfa á. Ég eiginlega fullyrði það að ef að þú ert í kirkjunni eða í þínu æskulýðsfélagi bara til þess að verða áhorfandi, þá muntu ekki endast inn í kirkjunni. Meiri segja að horfa á kristindóm sem skemmtilegur og lifandi, eins og æskulýðsmót og hátíðir og borð við þessa, það ekkert gaman til lengdar ef maður takir þátt. Þið sammála því? Hvernig finnst gaman að horfa á messu til dæmis? Það náttúrulega. Í kristindómunum eru þjálfarar, alveg eins og í fótbolta. Og þjálfararnir, þeir gegna nákvæmlega sama hlutverki og fótboltaþjálfarar í íþróttafélögum. Á annarri myndinni sjáum við Karl Sigurbjörnsson biskup. Hann æðsti embættismaður kirkjunnar, en hann samt ekki stjórinn í eiginlegri merkingu, hann meira svona þjálfari. Hlutverkið hans Karls að halda utan prestana og þá sem að starfa í kirkjunni og sjá til þess að allir séu með leikgleði, allir séu að spila sömu íþrótt og allt gangi vel. Og þjálfararnir, þeir eru í mörgum myndum, prófastarnir sjá prestana í sínu prófastdæmi, prestarnir sjá starfsfólkið og fólkið í sínum söfnuði og svo eru æskulýðsleiðtogarnir, þarna sjáum við hann Gauja, sem að hafa nákvæmlega sama hlutverk að halda utan ykkur og okkur. Og það alveg ótrúlega á þessu móti að sjá hvað mikið af ungum og efnilegum leiðtogum sem að bjóða sig fram til þjónustu til þess að vera þjálfarar innan kirkjunnar.
Og síðast en ekki síst eru það þeir sem eru að taka þátt, þeir sem eru að spila með. Og ég leyfi mér að fullyrða ástæðan fyrir því að kristindómurinn sé útbreiddasta og vinsælasta trúarbragð heims eða trú heims sé ekki sú að það sé svo gaman að horfa á kristna menn, heldur að það sé gaman að spila með. Og þá er spurningin, hvernig spila maður með? Þetta er texti sem að flest ykkar kunnið. Maður sjá, rétt upp þau sem eru í fermingarfræðslu. Ég veit að það er eitthvað af krakkarnir sem eru að fara að fermast í vetur. Nákvæmlega. Í langflestum kirkjum er þessi texti skylda að læra utan af. Er það ekki þeir sem eru fermingarfræðar og prestar? Eiga þau ekki að kunna þetta utan af? Við skulum lesa þetta saman. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta er hið æðsta og fremsta boð. Annað er hliðstætt þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þetta er íþrótt, hún er ekki flóknari en þetta. Biblían er stór bók og það getur verið flókið að nálgast hana, en íþróttin að vera kristinmanneskja er ekki flóknari en þetta. Og það er það sem að Jesús átti við þegar hann segir á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir, allt það sem stendur í Biblíunni, að það er í þessu tvöfalda kærleiksboðorði. Að elska Guð og að vera góður við fólk, að hjálpa öðrum.